sérhæfingar, veitingasalur og móttaka. En þessar námskrár þær byggja á fjölbreyttum hæfnigreiningum í ferðaþjónustu, það er að segja starfaprófílunum, eldri námskránum og þessum fjölbreyttu störfum sem að þarna er að ræða. Ferli endurskoðunarinnar, það er vesinn hérna á þessu, þetta helst ekki almennilega hérna inni sko. En það semst fengum 2 námskráir úr þessu og það var reyndar sko sú breyting sem var ákveðið að gera að eins og þið þekkið væntanlega flest að þá hefur það tíðkast að starfstengdu námskrárnar fá svo sérstaka námslýsingu sem er svo vistuð á öðrum stað á vefnum hjá okkur og þannig að þetta er eitthvað þróunarferli sem búið að vera í gangi hjá okkur í líklega 5 ár og það var ákveðið að prófa að stíga út úr því og sleppa því að gera sérstaka námslýsingu en taka þó það mikilvægasta úr námslýsingunni og hafa það að birta slíkt sem viðhengi við námskrána þannig að það sé þó í sama PDF-skjali á vefnum hjá okkur. Og það er að segja það eru auðvitað mikið af endurtekningum úr milli námskrár og námslýsingar fyrir utan svo þessa allra mikilvægastu þætti. En við skulum kíkja aðeins á hérna ferðaþjónustu 1. Þá þetta er þá skipulagstaflan yfir hana og þá er þetta 7 námsþættir, 100 klukkustundir alls í hérna vinnu námsmanns og það eru þá þar af 45 klukkustundir með leiðbeinanda og svo 55 klukkustundir sem er viðbótar vinnuframlag námsmanns. Og svo er svona stígandi í þessu í ferðaþjónustu 2 í næstu námskrá. Þetta er þá það sem ég nefndi, það sem að venjulega hefur verið í námslýsingu. Það er að segja að það er tillaga okkar hjá FA að röðun námsþáttanna niður á námskeið og eins og þið þekkið flest þá er almenna starfshæfnin sett saman úr nokkrum hæfniþáttum og þeim er raðað þarna ásamt hinum námsþáttunum. Á námskeið við settum þetta í 3 námskeið. Námskeið 1 kölluðum við ferðaþjónustu, námskeið 2 þjónusta og samskipti og námskeið 3 vinnustaðurinn og staðarþekking. Námskráin er öll á hæfniþrepi 1 nema 2 námskeið, það er árangursrík samskipti og viðskiptavinnurinn í brennidepli sem eru á þrepi 2. Námskeið 1 er 40 klukkustundir, námskeið 2 30 og námskeið 3 30. Og svona þannig að þetta er hluti af því sem að venjulega hefur verið birt í námslýsingu og er núna aftast í PDF-skjalinu. Ásamt svo að fyrir aftan þetta er þá einnig matslisti og hérna er svona sýnishorn af matslistanum sem að þá getur að einhver leyti að minnsta kosti þjónað einnig með inn í raunfærnimat fyrir þessa námskrá. En þetta er allt saman í hérna skjalinu sem er á vefnum hjá okkur. Og þá er það námskrá 2, ferðaþjónusta 2 og þar er sem sagt, hún er fyrst og fremst á þrepi 2 nema 2 hæfniþættir eru á þrepi 3, það er árangursrík samskipti og viðskiptavinnurinn í brennidepli. Hún er einnig 100 klukkustundir alls og hér eru færri klukkustundir með leiðbeinanda og þá
fleiri án. Þetta þá, þessu skiptum við upp í 2 námskeið sem þá sitt hvorar 50 klukkstundirnar. Námskeið 1, fjölmenning, frumkvæði, sjálfstraust og námskeið 2, fagmennska, ímynd og öryggi. Og þetta svona það okkar tillaga að niðurröðun námsþáttanna á þessi námskeið. Og þá einnig sýnishorn úr matslistanum fyrir aftan þetta og sem að þá nýtist eða getur nýst sem fyrir raunfærnimat í þessu. Nú við lok á þessari endurskoðun þá sendum við þær náttúrulega í vottun til Menntamálastofnunar, fengum þær vottaðar núna bara miðjan janúar og þær eru sitt hvorar 5 einingarnar, alls 10 einingar. Og við teljum auðvitað að það hafi tekist vel til með þessar námskrár og vonumst þess að fólk, símenntunarmiðstöðvarnar og fleiri aðilar hugsanlega sjái tækifæri til að nýta þær í sínu reglulega starfi. Þær eru auðvitað tilbúnar á vefnum hjá okkur ásamt PDF-skjölunum og í námskrárgrunninum og svo það eldri námskrárnar, það að segja færni í ferðaþjónustu 1 og færni í ferðaþjónustu 2 verða þá ekki lengur í boði. Það eins og náttúrulega hefur sést þá hafa þær nánast ekkert verið notaðar á síðustu árum, þannig að við gerum svo sem ekki ráð fyrir því en við viljum ekki kippa þeim út alveg strax, þannig að það verður væntanlega aðlögunartími fram að miðju ári. Og varðandi sérhæfinguna sem er í vinnslu núna, það að segja ferðaþjónustu 3, þá þetta beint framhald af ferðaþjónustu 2 og verður þá sérhæfing á 2 sviðum, annars vegar móttaka og hins vegar veitingasalur. Þetta verða þá sitt hvorar námskrárnar, báðar sem sagt 3 en sitt hvor sérhæfingin. Þannig að við vonumst þess að þær komist báðar í vottunarferli til Menntamálastofnunar núna fyrir vorið eða með vorinu. Og þá bara held ég að ég hefi lokið þessu hraðhlaupi yfir námskrárnar. Ef að þið hafið spurningar eða viljið koma með einhverjar athugasemdir eða hugmyndir. Góðan daginn, Valgerður. Já, ég nefnilega gat sent nöfnum minni skilaboð sjálfur. Ég finn ekki að ég geti sendt skilaboð eða inn á chat. Það eitthvað falið hjá mér, þannig ég vildi bara fá að vita hvort við fengjum þessar glærur því að þær eru mjög skýrar til þess að skoða frekar. Það ég gerir ráð fyrir því að það sé alveg sjálfsagt að hvort sem við setjum, hvernig sem það verður gert, sko. Já, hvort við fáum það bara, við sem hefum stáð fyrir þáttöku eða. Sendar í PDF-skjölum eða hvernig sem það verður. Okkur hafði svo sem ekki dottið það í hug. Mér þetta mjög gott að fá þessar glærur ef það væri hægt. Já, ég leyfi mig það að taka upp erindið, Valgerður. Þannig við getum sett þetta á YouTube-brásina og sendt ykkur hlekkin eða viljið skoða aftur getið gert en sjálfsagt að... Ég var alveg til að fá glærurnar því að maður ætlar að kynna þetta fyrir ferðaþjónustuaðilum. Það væri gott að hafa 2-3 glærur úr þessu safni sem við erum með. Já. Takk fyrir. Sjálfsagt. Já, það eru fleiri spurningar, já. Það í chatinu. Hefur þetta verið pröfukennt? Nei. Það ekki þannig.
því miður þá allavega svona kennsla ekki lengur í boði. Það þá bara fyrsti aðili sem að ræðst til þess. Sko, námsgráðnar það kemur hérna spurningar, námsgráðnar byggðar á hæfnigreiningu starfa? Já og nei, þær eru byggðar á nokkrum hæfnigreiningum, auk þess að þetta endurskoðun á ferni ferðaþjónustu 1 og 2 og svo öðrum gögnum, þannig að þetta það svolítið mikið samsuða af ýmsum bara gögnum sem við höfum bara í gegnum líka hæfnisetur ferðaþjónustunnar sem að liggja til grundvallar á þessum tveimur námskrám. Hins vegar þessar 2 sem í vinnslu núna og ég held að við getum sent frá okkur væntanlega bara næstu viku til vottunar, móttaka og veitingasalur, þær byggja á hæfnigreiningum sem voru gerðar hjá Símey á þessum 2 störfum. Þannig að það alveg þessi beina tenging við hæfnigreiningar. Má ég aðeins Lilja? Já. Ég byrjaði þessa vinnu, reyndar skrifaði ég gömlu námsgráðnar líka, en ég tók þá starfaprófíla sem við eigum sem tengjast þessum störfum, sauð það svolítið saman og horfði jafnframt á gömlu námsgráðnar þegar við völdum hæfniþætti þarna inn. Já, þakka fyrir Guðmunda. Þið byggja ekki á neinum einum starfaprófíl, heldur svona því sem var sameiginlegt þeim sem að tengjast þessum almennu störfum í ferðaþjónustu. Já, það alveg rétt, þakka fyrir Guðmunda. Ég ætlaði nú reyndar að nefna að þú og Halla hófuð þetta starf og svo kom ég að því og tók svo eiginlega við því ásamt Lilju þarna í haust. En eins og ég nefndi þarna í einni af glærunum þá byggja þessar námskrár á fjölbreyttum hæfnigreiningum sem hafa verið gerðar og þessum starfaprófílum sem liggja fyrir, það meðal annars starfaprófíl ferðaþjónustu í veitingasal, móttaka á gististöðum, þjónustufulltrúi í upplýsingamiðstöð, millistjórnandi í ferðaþjónustu. Það svona ýmist allar þessar prófílar, þeir voru allir skoðaðir og farið yfir þetta og meira að segja held ég að við höfum skoðað líka eitthvað hópferðabílstjóri í ferðaþjónustu og þannig að það var reynt að tína allt til sem var til. Má ég koma aftur aðeins inn með eiginlega bara spurningu til þeirra sem gaman að hafa svona marga þarna sem geta gefið endurgjöf. Þessar fyrstu 2 námskrár sem búið að votta, þar voru kannski meira hugsaðar svona sem almenn ferðaþjónustu færni. En svo eins og Valgerður er búin að lýsa, þá erum við síðan að fara að byggja, eða það að fara að byggja sérhæfingu ofan á sem þá beintengdari störfum. Þessar fyrstu 2 námskrár eru báðar á þrepi 1, eða 1 og 2 segi ég, og sérhæfingi verður á þrepi 2 væntanlega. Mér langar líka bara að biðja ykkur að geta endilega svaraði núna, veltaði fyrir ykkur hvort að þetta skipulag heppilegt fyrir aðra sektora líka, aðra starfsgreinar, að vera með svona grunn færni starfsgreinarinnar og svo sérhæfingu ofan á. Þetta var svona smá tilraun til þess að prófa að setja svona einhvern strúktúr í námskrárnar okkar. Mér langar að biðja ykkur að velta því líka fyrir ykkur og segja okkur síðan núna eða seinna hvernig þetta hugnast ykkur. Já, þetta einmitt mjög mikilvægt af því að við höfum einmitt verið að velta þessu fyrir okkur með fleiri námskrár. Það eitt sem ég langar að koma að, bara að því að það er engar spurningar ennþá, en hvet ykkur til þess að spyrja. Þó svo við leggjum til í því sem við setjum á vefinn námskrá, 3 námskeið eða 2 námskeið og hvernig við sjáum fyrir okkur að þetta passi saman í einhvers konar samfellu. Það þýðir ekki að þið geti ekki tekið námskrána eins og hún og brotið hann upp í einhver allt önnur námskeið sem henta ykkur og ykkar svæði eða hvað það eða fyrirtækjum sem þið eru að vinna með. Þannig að
bara vera svolítið opin fyrir því að þó svo við leggjum þetta til, það það bara út frá okkar bestu vitund, en það getur vel verið aðstæður víða séu bara þannig að þið viljið setja saman úr þessum námskrám ykkar eigin litlu búta. Áslaug Bára, ég sé að hún með. Já. Já, góðan daginn. Herðu, þetta mér líst vel á því hjá okkur, en ég að velta fyrir mig með þá ferðaþjónustu 3 að þeir setja þær í 2 námskrár í raun og veru. Að þetta sé sikk og sérhæfingin. Þannig að þá erum við að tala um að við þurfum að vera með sikk og 10 manna hópin til þess að renna þeim báðum í gegn, ekki satt? Já, svo það, já, og ef ég skildi rétt Áslaug, þá ertu að hugsa náttúrulega bara staðið þar sem erfitt að ná í þetta stóra hópa. Já. Og ég veit að til dæmis ferðaþjónninn, og nú getur kannski Sólveig hjá fræðslunettinu eða aðrir sem koma því verkefni, eins og ferðaþjónninn hjá fræðslunettinu, það verið að vinna það í sameiningu nokkra stöðar, þannig að þó svo það sé ekki nákvæmlega þessi námskrá, bara önnur námskrá tengt ferðaþjónustan, það náttúrulega alltaf þeir möguleikar að koma sér saman en svo annað varðandi þessar 2 sem eru núna í vinnslu, það að sjálfsögðu ákveðnir þættir sem eru sömu innan þessara 2 námskráa, þannig að mögulega bara svona eins og ég veit að minni stöðvar hafa verið að keyra þjónustugreinarnar, þannig að þeir eru með bæði félagsliða og leikskólaliða hópinn allan saman og svo einhver, af því að það einhver skörun. Þannig að það kannski bara alltaf þetta að vera svolítið kreatífur í útfærslum og svona bara, já. En jú, það ennþá reglurnar hafa ekki breyst með hópastærðina. Nei, akkurat, en bara frábært takk fyrir þetta og mér þykir gaman að fá að nefna það að við erum að útskrifa 2 hópa úr ferðaþjónustu á morgun í MSS. Já. Og 2 hópar hefja nám á mánudaginn, þannig að við erum að nota námskrána. Já, það 1 eða 2 eða? Þetta bara 1. Já. Í þetta sinn, svo við förum og prófum þessa 9. Glæsilegt. Það spennandi að fylgjast með því. Já, takk. Yes. Einhverjar fleiri spurningar? Eða vangaveltur? Hvað sem þið viljið svona? Já, mér langar að spyrja hana hjá MSS hvort að þetta séu hópar atvinnulausra eða hvaða hópar þetta eru sem við höfum reynt að kenna færni ferðaþjónustu hérna í Vestmannaeyjum reglulega og ekki tekist því að það alltaf sömu svörin sko, hver á að leysa mig af meðan ég á námskeið hjá þér, ég einyrki, það enginn í vinnunni minni, hver borgar fyrir mig, það eru þessi svona eilífu svör, þannig að mér leikur forvitni á að vita Áslaug Bára, hvernig ykkur tekst þetta svona vel, ég vil gjarnan fá uppskriftina. Þetta er samstarfsverkefni við Vinnumálastofnun. Já, ok. Og en þetta var sem sagt val. Sem sagt fólk valdi að koma. Já, þannig að það má ekki skylda neitt lengur. Sko. Nei, það má ekki skylda neitt lengur. En segðu mig þá, er þetta á vef eða er þetta á stað? Herðu, við erum með þetta sem sagt á staðnum og keyrum enskan hóp og svo íslenskan eða sem sagt tungumála séð að fyrir og eftir hádegi og svo náttúrulega eins og COVID spratt upp daginn og þá var þessu bara náttúrulega skutla beint yfir á vefinn og en það sem við gerðum var að við stofnuðum bara teymi frábæra sérfræðinga sem að settu þetta bara upp allt í sameiningu og samtvinnuðu alla námsþættina. Já, það að tala við þig utan þessa hóps. Þú færð hringingu frá mér. Já, ekkert mál Valgerður. Má ég spyrja þig Áslaug, það næsta Valgerður hérna. Þá því þú segir þið skutluðu þessu beint á vefinn, er það þá fyrirlestrar eða er það bara opnir tímar þannig að fólk mætir í tímana á vefinn? Já, við gerðum það sérst núna og vorum þá með fjarkennslu, ekki fjarnám, heldur bara fjarkennslu. Í rauntíma? Já. Og en þetta var sem betur fyrir, þetta voru bara 2 dagar sko.
Þannig að svo fengum við nú þessa gleðifréttir með 30 manns, þannig að við gátum hleypt þeim aftur inn í hús. En mér finnst það rosalega gaman að heyra þessa setningu, við samtvinnuðum alla námsþættina. Það var rosalega gaman að fá að vita meira það, alveg hljómar svo vel. Ég seti ykkur í samband við teymið mitt, þetta algjöru snillingar. Hvernig þau bara samtvinnuðu þetta og gerðu þetta, og sem var til þess að þátttakendur fengu líka tækifæri til þess að leggja fram bara hvernig þau vildu gera þetta, hvernig þau vildu læra og allt þetta. Þannig að úr var bara mjög skemmtilegt samstarf á milli leiðbeinenda og þáttakenda, og þau eru svo spennt og við ætlum að útskrift fyrir þau á morgun og þau eru að fara að kynna fyrir okkur alla sína afurðir. Þannig þau eru að labba út með eitthvað í hendi og þetta er mjög skemmtilegt. Mun skemmtilega heldur en síðast þegar fólk var skikkað á námskeið. Guðmunda, þú þarft bara að fá að vera í fjár og fylgjast með þessu. Já, maður þarf það eiginlega þess. Já, ég vil nota tækifærið af því þið eru nú svo duglegar þarna suður frá að verið að skrifa greinar. Er ekki gott að fá greinum mitt í gátt, breiða boðskapinn út? Jú. Frábært. Algjörlega. Við rettum því. Takk hérlega. 17:10 morgun. Einhverjar fleiri spurningar eða vangaveltur? Ég vil bara fagna því að sé hægt að skipta þessu, því að það hefur svolítið verið þessi festa sem var í 60 tímunum í færniferðarþjónustu. Þetta er miklu sveigjanlegra og opnara, því að ég held að það gangi miklu betur að vera með styttri massífari lotur fyrir aðallega ferðarþjónustuna. Þannig ég fagna þessari nýju útfærslu og spennt að pröfa. Það líka annað sem að við höfum svolítið, og þið náttúrulega líka verið að velta fyrir ykkur, það náttúrulega mikið af fólki sem hefur verið starfandi í greininu sem með mjög mikla hæfni nú þegar. Og það að við höfum þessa lista aftast, svona hálfgerða gátlista, það líka auðvelt kannski að sjá, þessi hópur meira minna komin með hluta af þessu og þar með kennum við bara það sem upp á vantar. Á þess að það sé kannski eiginlegt raunfærnimat, heldur svona bara svolítið að geta metið, ég sé það allan fyrir mér, geta metið svona hópana og þá einmitt bætt í það sem að þörfin er og óskaðar eftir frekari þjálfunar. Þannig að mér finnst það, já. Þetta á kannski sérstaklega við fyrstu námskrána, þetta sem er á fyrsta þrepi, og ég held að svona langflestir sem hafa eitthvað inni við þjónustu getur tekað í flest box þar sko. Algjörlega. Og það er líka bara svo gott fyrir þá sem er í þessum sporum að vera, ok, ég kom með þetta, það er bara spurning þá hvað mér vantar í viðbót til þess að byggja ofan á. Það er líka svona bara ákveðin svona sjálfsefling sem felst í því. Já, það er bara svo að ég bendi á það að þá eru náttúrulega hæfniviðmið fyrir alla námsþætti í námskránum og stutt lýsing, innihaldslýsing og svo er tekið fram hverjar forkröfurnar eru og það er auðvitað töluvert líka áhersla á það að það er matfræðsluaðila á það aðgönguna fyrir fólkið, það er að segja þá er það spurningu auðvitað hvað fólki tekur með sér eins og sagt er hvað er í bakbókanum varðandi matið. Eins og þú segir, það eru mjög margir sem að hafa starfað lengi og ætti að fljúga í gegnum svona mat. Vantar kannski ekki mikið. En þetta kemur kannski betur ljós þegar þið farið að skoða námskrána sjálfa eða námskrárnar. Valgerður, aðeins
Guðrún Vala hérna í Borgarnesi, Já, sæl. aðeins forvitni með svona mat. Þyrfti það ekki að vera einhvern veginn formlegt? Það svolítið huglægt að meta bara fólk og segja að hann hlýtur að kunna þetta því hann búinn að vera í ferðaþjónustu. Það þurfum við ekki að setja einhverja meiri kröfur ef við ætlum að fara að sleppa einhverjum námsþáttum. Það þurfti ekki að vera einhvern veginn formlegra. Ég sé það ekki fyrir mér að við getum sleppt einhverjum námsþáttum á þess að hafa það alveg á hreinu. Já, þegar, sko þetta náttúrulega fínt að fá svona athugasemd. Það sko, í fyrsta lagi þá eru hæfniviðmiðin með námsþáttunum sem að eiga að bara geta til dæmis bara stutt við mat fræðsluaðilans á hlutaðeigandi. Nú svo eru líka fyrir aftan sko lýsing á námskeiðunum og hæfniviðmið fyrir hvert námskeið og svo þessir matslistar sem eru þar fyrir aftan og bara það að renna með umsækjanda eða einhverjum yfir svona matslista þar sem að hlutaðeigandi getur þá svarað þér hvað hann getur gert eða hvort hann getur gert eitthvað. Það kannski ekki alltaf það sama á að gera það, segjast geta það, en þá það spurning útskýringar. Þannig að ég veit ekki ég veit ekki hvort þú ert að tala prófformlegt þú átt við, en við erum ekki með sérstök viðmið í því, sko. En ég skil það sem þú ert að velta fyrir þér. Þetta ég veit ekki hvort að það okkar að nefna það, en það náttúrulega bara tekið fram fyrir hverja námsskráin ætluð og svo náttúrulega inn í hvern námsþátt, aðgangur að námsleiðinni og matfræðsluaðila. Ég skil það, takk fyrir þetta Valgerður, en væri ekki bara upplagt að hugsa þetta þá sem bara formlegt raunfærnimat, að það væri hægt að taka fólk í viðtöl og síðan væri það formlegu matsaðili sem færi yfir þetta og staðfesti og síðan væri það hægt að bjóða hinum upp á afganginn, eða svo má segja. Já. Sko, þetta bara mjög góð punktur. Ég hef alveg, sko, nú ég kannski að segja eitthvað sem kannski meira mín skoðun heldur en eitthvað svona opinbert frá FA, en þú veist, þegar við erum með 5 eininga námskrá, sem jafngildi 5 einingum í framhaldsskóla, þá finnst mér svolítið mikið lagt til þess að meta hluta af þessum 5 einingum að kosta til heilu raunfærnimati. Þú veist, það kannski það sem við erum svona að hugsa, kannski hægt að gera þetta einfaldari leið í svona smærri bútum. Þið bara leiðréttið mig að því að við erum vanalega með svo miklu meira undir í raunfærnimatinu eins og þið þekkið það best. Þannig að, jú, og kannski líka þegar við erum að tala um eitthvað á hæfniþrepi 1, þá það kannski ekki allt í húfi að þó maður ofmeti eða meti kannski eitthvað sem ekki alveg fullkomin innistæði fyrir. Bara nú, eins og segi. Já, ég skil þetta. Bara að þú veist, verður það þó of mikið umfang, of dýrt og of mikið til þess að verði nokkuð tímann að einhverju ef við ætlum að fara raunfærni með þetta svona litla búta. En já, þetta var bara svona mitt innlegg fyrir sér að gera svo vel. Ég ætla bara að fá að taka undir þetta með Lilju. Það að raunfærni meta á móti námskrá í þessu umfangi, það er of mikið lagt í fyrir stuttanámskrá. Má ég kannski bara svona sem dæmi bara bregða örstutt einum námsþætti upp. Sjáu þið, þetta er úr ferðaþjónustu 1, viðskiptavinurinn í Brennidepli. Sjáu þið hæfniviðmiðin og lýsinguna, sko. Þannig að þetta er svo sem ekki mjög flókið. Þannig að stækka aðeins Valgerður. Stækka. Já. Er þetta nóg? Eða meira? Flott.
Ég er bara að lesa þetta upp. Hæfni viðmið til dæmis þessi 3 neðstu. Ha. Á ég lesa þau? Varstu að segja það? Já, til dæmis. Ef fólk Já, sér já, þetta. ég meina hæfni námsþáttar, þekkingaviðmið. Námsmaður skal hafa öðlast þekking og skilning á mikilvægi fyrirmyndarþjónustu, kurteisi í framkomu, forgangsröðun á verkefnum starfs. Leikniviðmið, námsmaður skal hafa öðlast leikni í að veita fyrirmyndarþjónustu, stofna til og viðhalda tengslum við viðskiptavini, öruggri og kurteislegri framkomu í hvívetna, forgangsraða þjónustumálum eftir mikilvægi og hæfniviðmið skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að gera sér grein fyrir hvort að þörf viðskiptavinarins hafi verið mætt, miðla til viðskiptavina eða birgja þegar breytingar á starfsemi eða þjónustu verða og áhrif breytingar kunna að valda, leysa mál viðskiptavina eftir mikilvægisröð, það er að segja ljúka verki sem sinnt er hverju sinni. Þetta er bara einfalt dæmi, sko. Þetta, þannig að ég veit ekki hvort þetta kannski auðveldar ykkur að skilja. Þetta er náttúrulega, ja, þetta er þó á þrepi 2. Ég sé að Haukur það dettur eitthvað út hjá mér. Ok, heyrðu, já, ég sem sérstakur áhugamaður og raunfærnimat. Já, ég náttúrulega verið dálítið talsmaður þess lengi að við getum alveg beitt raunfærnimati mun oftar og víðar, sérstaklega við námsgráðnar sem tilheyra framhaldsfræðslunni. Síðan kemur það kannski að umfangi er þá minna heldur en þegar við erum að tala raunfærnimat á móti námskrám og þriðja þrepi sem er þá algengast. Og grunntalan þar fyrir kostnaði er 150.000 skall pluss staðnar einingar, það er liggur einhvers staðar þar. Þannig að fara með svona stutta námskrá inn í gegnum svoleiðisferli, eða svo, það er kannski, það er bara eins og komið þetta fram á líklega og dýrt, sko. Ég held að við eigum alveg að notfæra okkur kosti raunfærnimats og svo bara tala það það bara dálítið og koma okkur saman það hvernig við getum nýtt þessa aðferðafræði raunfærnimats til þess að einmitt að fyrir þau sem hafa þessa reynslu á vinnumarkaði í ferðaþjónustu, til dæmis í þessu tilviki, bara til að raunfærnimeta. Og þar er náttúrulega akkurat listin til að gera útýrara nákvæmlega það sem MSS hefur verið að gera, það er að samþætta námsþætti með þetta heildstætt. Þú getur dregið saman í kannski mjög stutt og hnitmiða raunfærnimat sem þarf ekki að vera svona dýrt, sko. En við eigum að passa okkur, ég doldi áhyggjur af því ef við ætlum bara að fara að meta óháð, aðferðafræði raunfærnimatsins, þá erum við dálítið að missa kjarnan í því, sem er ofsalega góður fyrir okkar markop. Sú aðferðafræði hentar okkar markop rosalega vel. En við þurfum að finna leiðina sem er þó örlítið, eða ekki örlítið, hún þarf að vera ódýrari og kannski örlítið styttri og hnitmiðari. Þannig að þetta er bara samtal. Er það ekki svolítið mikilvægt þið sem að eru búin að vera að þróa raunfærnimat, ef við köllum þetta ekki þá raunfærnimat, þá er þetta bara stöðumat. Og ég held að mig heldur ekki vanmeta, sjálfsmat er tiltölulega áreiðanlegt eftir því sem ég hef kynnt mér. Og eins og segi, við erum að tala um frekar einfalda þætti á fyrsta þrepi almennt. Og ef fólk er í vinnu, þá er mjög auðvelt að hafa matvinnufélag með eða matvinnuveita. Og sérstaklega fólk er að fá metið sem undanfæri upp í næstu námskrá og þá reynir bara á hvort að fólk hafi það sem þarf til þess að halda áfram. Og við höfum verið að prófa núna móti hæfniviðmið starfa einfaldari leið í raunfærnimati, einfaldari og ódýrari, þar sem kannski líka koma töluvert meiri fyrirtækin að því og matsaðalar frá fyrirtækinum að meta. Og svo einhver yfir matsaðal sem kemur dálítið utanfrá, en það setur ekki öllu samtölu og allt þetta. Og þetta er kannski leið sem við gætum líka einhverju leyti heimfært hérna yfir, En skemmtileg pæling. Já, takk fyrir. Má ég biðja gamlar hendur að láta sig hverfa? Það er að hverfa. Valgerður í Visku, þú ert með upprétta?
Já, ég var bara aðeins að velta fyrir mér, sko, þetta þetta inn á ákveðin hæfni viðmið, en sko við sem erum búin að vera í þessum bransa í 25 ár, nei, ég segi það ekki, það eru 16, að þá höfum við einhvern veginn bara leyft okkur pínu til að lesa í hópana, sko, ef við erum allt í einu með miklu sterkari hóp heldur en viðmiðið per se gengur út á, eins og Vala talar að sko eru kannski bara með þessa hæfni eða færni og hvort það er þetta þá meta það inn í það. Við höfum þá bara leyft okkur í einhverjum tilfellum, veit ekki hvort við megum það núna, þetta er á einhverjum hæfni viðmiðum, að uppgreita námskeiðið, að fara dýpra og í þætti sem að kannski þörfin kallar á. Við höfum jú leyfi til þess að breyta 10% af námskeiðinu án mikillar endurskoðunar, höfum haft það hingað til, ég veit ekki hvernig það gildir þetta námskeið per se, en ég held að þið séu sammála meir í því að ef þið fáið allt í einu hópa sem eru bara með meiri styrkleika eða veikari, það hefur líka gerst, það bara svolítið svoleiðis, að þá langar mig að vita hvort að þið gerið ekki eins og ég, að þyngja þá bara. Svo fer hendin mín niður. Hvað segið þið hinn? Kannast þið við þetta? Ég kannast vel við þetta sko, úr mínu starfi hjá Mimi. Við þurfum að gera þetta allavega í MSS og það náttúrulega bara þannig, við þurfum alltaf að skoða hópinn. Við förum að stað með eitthvað, en svo ræður hann ekki við þetta eða þá hann bara, þú veist, finnst þetta allt og létt, þá breytum við bara. Það verður að gera það því annars leiðist námsmanninn. Og það er ekkert verra heldur en að námsmaður upplifi sig vanhæfan. Þannig að sjálfsögðu komum við alltaf til móts. Það verður að vera. Það er miðstöðin, sveigjanleiki, það ekki? Algjörlega, og við erum að mæta hópnum, fyrst og fremst. Þetta snýst það ekki námskrár eða reglur, fyrst og fremst náttúrulega að þjálfa fólk þar sem að hefur þörf fyrir. Fjóla, þú ert með uppræta hundi líka? Já, komið sæl. Ég ætla nú bara að nota tækifærið og láta vita af Evrópuverkefni sem við erum að vinna hjá fræðslumiðstöðinni með nokkrum samstarfslöndum. Þar erum við með ferðaþjónustuna undir og erum að skoða og höfum verið með hagsmunahópa, bakhópa í löndunum, í þá Noregi og Austurríki og Spáni og hér á Íslandi og höfum verið að búa til raundæmi til þess að nýta í miðlun náms á vettvangi ferðaþjónustunnar. Og fyrsta afurðin, það eru 3 afurðir í verkefninu, svo fyrsta var einmitt að fá aðilega vettvangi til þess að hjálpa okkur að búa til raundæmin. Og önnur afurðin sem við erum að vinna í núna, þar erum við að setja raundæmi fram þannig að séu á bakvið svona einföld hæfni viðmið og síðan leiðbeiningar hvernig megi vinna þau með hópnum í náminu. Og þetta er eitthvað sem við ætlum að fara að testa núna eða pröfukera og við erum með aðila frá MSS inn í hópnum, Nannu Báru, og hún er búin að sýna því áhuga að fá að pröfukera þetta efni þar og það er þetta frábært að fyrir að fara að kera þetta núna fljótlega. En ef það eru fleiri sem hafa áhuga því að kynna sér þetta efni í samhengi þess að vera að fara að kenna ferðaþjónustuna, þá endilega hafið samband við mig eða Bryndísi hjá FA. Þriðja afurðin verður og mun snúa því að þeir sem eru leiðbeinendur í námi í ferðaþjónustu, að þeir verði með eins konar þjálfun sjálfir inn í ferðaþjónustu fyrirtæki. Þannig að kennarar í þessu námi þeir séu með svona beint í æð þekkingu inn í námsleiðirnar. Hvort sem eru námsleiðir eða styttri kúrsar. Þannig að endilega hafið sambandi ef þið hafið áhuga á þessu. Takk, fín viðbót. Nú erum við bara mjög stutt eftir tímanum okkar. Við reynum að halda bara áætlun. Eitthvað sem þið eru að brenna inni með? Neps. En við erum náttúrulega hér og alltaf til þjónustu reiðubúðins og það sé bara sagt, það er okkar hlutverk. Ef það er eitthvað sem þið viljið eða kemur upp í hugan eftir. Ég ætla bara að þakka fyrir mig, ég þarf að fara. Já, takk sömuleiðis. Já, ef það er einhver fleiri sem að hafa áhuga á að fá glærurnar, þá væri gott bara að vita það. Mættu senda bara línu á mig? Já,
Við getum líka bara sendið þetta á hérna, á hópinn. hópinn, Já. ef þið viljið. Bryndís í farskólanum hefur áhuga á glærum. Já. Ok. Heyrðu, þá þakka ég bara kærlega fyrir. Já, takk sömuleiðis. Takk fyrir. Bless. Bless. Já, hvað viltu vita? Þegar maður fylgist með Teams,